Já, prófið verður uppbyggt eins og verkefni sem er kallað skynjaratækni eða skynjarverkefni 6 og þetta er sem sagt próf 3 og við erum hérna að með sömu atriðin sem sagt mjög svipað uppsett þannig að við erum fyrst með rafmerki og svo strengi á truflanir og svo koma skynjarar og svo framvegis þannig að við skulum fara í þetta eftir því sem að þið farið svo að taka prófið á morgun. Við byrjum hérna á svona, það er líka sett inn æfingapróf sem að var búið að opna fyrir. Við vorum búin að skoða æfingaprófið. Númer 4. Nei, númer 3. Það er ábyggilega þannig að það er til þarna æfingapróf svo að þið skulið endilega líta yfir og ég get þarna líka reynt að opna það í restina, þannig getur skoðað það í gegn. Hér er sem sagt spurt fyrst sem sagt þessi stöðluðu merki almennt. Sko þau sem að voru orðin stöðluð þegar þetta efni var útbúið, það var allavega sem sagt 0 til spurning hvort það hefur 0 til 5 volta merkið en allavega 0 til 10 volta merki er staðlað. Hvort það er 0 til 1 volt er ekki viss en allavega 0 til 10 volt hefur verið mikið notað og síðan -10 til +10 volta merkið. Sko spennumerki geta verið svolítið viðkvæm gagnvart utanaðkomandi truflunum sérstaklega frá svona kraftköplum og slíku. Þannig að það hefur orðið ofan á að nota talsvert af straummerkjum og aðalega þá það 4 til 20 mA merki vegna þess að eins og kemur hérna fram að kostur straummerkisins 4 til 20 mA er að það er að tryggja vöktun á sambandi milli staða. Þannig að straumurinn í kerfinu fer aldrei niður fyrir 4 mA, skiljið. Þannig að ef það dettur úr sambandi, hvað gerist þá, Kristinn? Ef að 4 til 20 mA merkið dettur úr sambandi, hvað gerist þá? 4 til 20 mA merkið. Dettur úr sambandi? Já. Sko, 4 mA er alltaf lágmarksstraumurinn. Og ef að ef að vírinn slitnar, þá getum við látið koma viðvörun. Látið vita í viðvörunarkerfi að það sé komið bara rof á leiðsluna. Það leiðir ekki lengur, nákvæmlega. Þetta er kosturinn við 4 til 20 mA merki. Við erum með fullt af þessi skipunum í verksmiðunum út allt að ef þetta dettur úr sambandi, þá eru allavega 4 mA sem eiga alltaf að vera inni og ef þau eru ekki til staðar þá getur þið fengið viðvörun. Þetta er kosturinn við þetta. En nú erum við spurning fyrir þig. Já, býtu, við erum á upptöku. Við höldum áfram. Geymdu upptökuna þá til síðast, ok? Næsta, hvað samsvarar tölugildi 2560 mörgum milliamperum í 4 til 20 mA straummerki við 12 bita AD-breytu. Sem sagt, í 12 bita AD-breytu þá, vitið þið hvað er hæsta gildið, Kristinn? Hvað er hæsta gildið í 12 bita AD-breytu? 12 bita AD-breytu. Það er sem sagt, ég myndi bara skrifa það inn eða skrifa upp á töfluna ef það myndi gleymast að taka það fram vegna þess að það er 4095 og ef þú væri bara með 8 bita þá er það 255. Þú getur reiknað út. Já. Það er 2 í veldinu sem að sem sagt, bitafjöldin er og svo -1. Það er hæsta talan sem þú ert með í viðkomandi kerfi. 12 í öðru? Nei, 2. 2 í til dæmis í 12. veldi, -1. 2 í 12. veldi -1, já. Sem er 4095. Já. Og til þess að finna þetta út, þá notið þið formúluna, þegar það hafið merkið hérna, tölgildi 2560 sem kemur fram á skjánum, sinnum sviðið sem er í straummerkinu
svið þegar dregur 4 mA frá 20 mA, þá er 16 mA svið, skilurðu. Svo deilum við með hæsta gildinu sem við kallum upplaust, 495, og þá erum við með ákveðna tölu hérna sem við leggjum síðan við lágmarksgildið sem er 4 mA og þá fáum við að þetta samsvarar 14 mA. Það ættum við að fá fram, sem sagt. Og þess vegna, sko, ef að bara til þess að fylgjast með hvort að búnaðurinn virkar rétt, þá getur maður slegið þessu inn og reiknað þetta út svona. Ok, þá æfið ykkur á þessu að finna til dæmis með einhverju annarri tölu, kannski 1720 eitthvað svoleiðis og athuga hvaða straum þið fáið út þá og svo framvegis. Þannig að endilega æfið ykkur á þessu og áttuð ykkur á því hvernig þetta virkar, þessi formúla. Síðan kemur stýristrengir og truflanir. Hér er spurt hvaða truflanavaldamál geta orsakast af skermingu á skynjunarköplum þegar að annar endi skermingarinn er tengdur til jarðar og hinn er ótengdur. Og það er nefnilega á einni myndinni sem er með í mælibúnað NEBA, það sést að truflanir geta farið gegnum rýmd til jarðar og þá er það svona suð eða riðstraumur, svona signal sem getur farið eftir rýmd til jarðar. Þannig að þó að það sé skermað bara í annan endan, þá getur við að við séum með það vandamál að komist samt svona truflana straumur AC og það er kallað suð. Nú síðan fáið þið töflu yfir þéttleika IP67. Það er spurt hvað sá þéttleiki þarf að vera mikill og það þýðir að 6 þýðir að það má ekkert ryk komast inn og síðan 7 þýðir það að það má ekkert vatn komast á 1 metra dýpi. Ef að þetta væri 8 sem er hæsta talan, þá væri skilgreint hvað væri margir metrar sem að búnaður mætti fara á, skiljið. En IPS, fyrirtalan 6 er ryk þéttleikinn og þetta er hæsta talan, það er 6. Það má ekkert ryk komast inn. Ok, og síðan er í töflunni náttúrulega fyrir lægri tölur 6 og 5 og 4 og svoleiðis. Það er útskýrt þá í töflu sem við fáið með í prófinu. Nú næst það kraftmælingar að á hvern hátt og með hvaða búnaði er komið í veg fyrir skekkjur í spennumerki af völdum hitastigsbreytinga í átaksmæliblökk við spilkerfi. Og þarna í mælibúnaði NEBA efninu þá var mynd af þann NEBA þar sem er komið fyrir þann NEBA sem er þvert á átaksnemann og hann tekur nefnilega breytingu á lengd vegna hitastigsbreytinga. Þannig að hann núllar út áhrif hitastigsbreytingana á efnið. Svo að því að þetta er tengt í mælibrú. Og þið hafið eflaust svarað þessu líka í verkefninu. Nú, stöðumælingar, encoder. Hver er aðalmunur á merki frá afstæðum stöðugjafa og raunstöðugjafa? Raunstöðugjafinn, hann gefur frá sér kóða, eins og til dæmis graukóða, en afstæðisstöðugjafinn, hann gefur frá sér A og B púls með 90 gráðu fasviki. Svo er líka zeta púls, en þetta er aðal munurinn. Nú, nándarskynjarar, almennt atriði, skynjarinn þetta til hliðar, hann er af PNP gerð, að teikna álag við útgangans og merkja inn á myndina hvaða spenna mælist yfir transistorinn þegar hann skynjar hlut. Hvaða spenna mælist yfir transistorinn, þá er að teikna spennumæli yfir transistorinn, af því að hann PNP, þá er transistorinn tengdur frá plus og að útgangi. Og síðan er álag, það er sýnt hérna lítil spóla, eins og spóla úr litlu rafleiða eða relay spóla hérna, og hún tengist frá merkinu út og niður í mínus. Og það er sýnt að hann er normally closed, þessi skynjari. Á þessari snertu hérna sem er fyrir neðan hennan
kassa hérna sem að táknar nándaskynjaran. Og ef að við erum með hérna PNP nema og hann hérna venjulega þá gefur hann samband. Þá venjulega rauninni spenna á spólunni og þegar hann skynjar hlut þá rífur hann merkið og þá venjulega lágt gildi yfir hérna transistorinn, svona 0,1 til 0,2 volt, öllu venjulega. En þegar hann skynjar hlut þá rífur hann strauminn og þá myndi mælast öll spennugjafarspennan 24 volt yfir transistorinn og það þessu svara hérna, 24 volt. Það svarið. Hvaða spenna mælist yfir transistorinn? Það 24 volt þegar hann skynjar hlut. Og það gott að renna yfir þessar myndir af útgangsrásum transistorana sem í mælibúnaði nema til þess að æfa sig á fyrir prófið. Átta sig á hvernig virka normally open og normally closed og PNP annars vegar og NPN hins vegar. Nú, hverjir eru helstu kostir nándaskynjara með hálfleiðara útgangum? Og það það að þeir verða ekki fyrir vélrænu sliti á rofbúnaði. Vegna þess að það eru bara transistorar eða týristor sem að vinna. Síðan hérna næst rýmdaskynjarar. Hverju vinnslufjarlægð rýmdaskynjara háð þegar mismunandi efni að ræða? Þá vinnslufjarlægðin háð næmnistuðli viðkomandi efnis og í efninu mælibúnaði nema þá sjáum við formúluna til þess að reikna út þá vinnslufjarlægðina. Og af hverju ekki hægt að skynja olíu gegnum plexigler með rýmdaskynjara? Næmnistuðull olíu, hann lægri, hann bara 0,2 en næmnistuðull plexigler hærri þannig að hann skynja plexigler miklu frekar, það 0,3. Og þá segi ég hérna vegna þess að næmnistuðull plexiglers hærri en olíu, það rétta svarið í þessu. Síðan kemur hérna í 7, spanskynjarar. Hvers vegna hefur 24 V DC spanskynjari hærri roftíðni en 230 V AC spanskynjari? En það vegna þess, þegar við erum með 230 V AC spanskynjara, þá hann bundinn riðspennunni, 50 riða spennunni, og hann bara í rauninni með roftíðni upp í 25 rið eða eitthvað slíkt. En transistora skynjarnir, þeir eru með alveg upp í 5000 riða roftíðni, þannig að miklu betra að nota þá. Og þá segjum við að 24 V DC spanskynjarar, þeir eru ekki bundnir 50 riða tíðni 230 V spennar eða riðstraumsins. Það ástæðan fyrir því að spanskynjarinn sem með 24 V, hann með miklu hærri roftíðni. Það eru bara transistorar sem geta slökkt og kveikt og við getum fengið miklu hraðari skynjun eins og við erum að skynja snúningshraða á einhverju hjóli. Þá getum við farið alveg upp í 5000 rof, 5 kilórið roftíðni. Nú, 72, hver af eftirfarandi fullyrðingum rétt? Hér sagt hérna hefðbundið spanskynjari skynjar ál úr styttri fjarlægð en járn. Já, járnið hefur eiginlega mestu áhrifin, smíðajárnið, ST37. En síðan hlutir úr áli eða eir eða eitthvað slíkt, það þarf alltaf að koma nær með slíka hluti til þess að hefðbundin spanskynjari geti skynjað. Það í rauninni vegna þess að járnið hefur mestu spanáhrifin eða að hvirfilstraumar myndast frekast í járninu. Við erum að tala hefðbundin spanskynjara með eina stóra skynjara spólu sem verður fyrir áhrifum af hvirfilstraum sem myndast í efninu sem annarkot sem ef það verður járn, það hefur mikil áhrif, þá það fjærst sem við náum að skynja járnið miðað við alla aðra málma. Ok, 8. Útgangsrásin nándaskynjara. Hvaða spenna mælist á útgangi NPN skynjara?
sem normally open þegar hann skynjar hlut og í rauninni þá þyrftum við að skoða aðeins mynd að ef við erum með NPN, það var verið að tala það í spurningunni, ekki satt? Við erum með hvaða spenna mælist á útgangi NPN skynjara sem normally open þegar hann skynjar hlut. Sko, þegar hann normally open og NPN, það eins og þessi og við mælum spennu frá mínus og að útgangi. Og þegar hann normally open, þá hann ekkert að leiða þegar hann skynjar ekki, skilji. Og ef hann skynjar ekki hlut, þá leiðir hann ekki og þá væri við með mælingu á spennugjafarspennunni, ef hún væri kannski 24 volt, þá myndum við mæla frá útgangi og niður í mínus 24 volt. Og engin spenna yfir álagið, eða litla spólu í segulrófa. Ef hann hins vegar skynjar hlut, þegar hann skynjar hlut, þá tengir transistorinn neðri endan á álaginu, tengir niður í mínus. Svo fer hann gegnum díóðu, skiptir ekki máli 0,7 volt. Á 24 volta kerfi breyta það engu, þetta bara pólun og orðin í rásinni. Þannig að þetta skemmist ekki ef maður snýr pluss og mínus öfugt, þá skynjar hann ennþá í lagi. Þannig að þegar að transistor leiðir, það þegar hann skynjar hlut, þá fyrir hann að leiða og þá mælum við mjög lága spennu, eitthvað 0,1 volt eða 0,2 volt eða eitthvað svoleiðis. Og þess vegna svarið rétta 0,1 volt, sko, vegna þess að þetta NPN transistor. Og þá tengist emitterinn niður í mínusinn. Álagið hins vegar tengist frá pluss og niður í kollektorinn, skiljið. Þetta þurfum við að átta okkur á. Því að alltaf miðað við að mæla frá mínus og í útgang þegar við erum að tala svona spurningu. Ef það væri PNP, þá förum við í PNP, það myndi virka allt öðruvísi. Hérna PNP. Og ef hann normally open, hann skynjar ekki hlut, þá myndum við mæla 0, skiljið, 0 volt. Af því að það engin straumur í gegnum transistorinn, skiljið. Ok. Hins vegar, þegar, og þetta lítur allt öðruvísi út og miklu eðlilega við mælum þá spennu þegar hann skynjar hlut, hann normally open, bara venjulegur skynjari. Þá, þegar við erum með svona PNP skynjara, þá mjög eðlilegt, þá fáum við bara 24 volta spennu, eða spennugjafarspennu kerfisins. Þegar hann skynjar hlut, þá hleypir hann pluss gegnum transistorinn, milli emitter og kollektor, út á útganginn, út á álagið, sem spóla í segulrófa eða eitthvað slíkt, og þá bara mælum við spennugjafarspennuna út, nánast. Þetta miklu auðveldar að segja, sko. En svo þurfum við bara átt okkur á ok, verið að biðja skynjara sem til dæmis normally closed. Ef að þessi væri normally closed, eins og við vorum við áðan, minnum við, þá hann alltaf í leiðinni, þá myndi alltaf vera að mæla 24 volta spennugjafarspennu bara. Ef að NC, normally closed skynjari, myndi síðan skynja hlut, þá myndi transistorinn hætta að leiða, skiljið. Og þá ekki lengur spenna út, ekki? Þá bara færi spenna niður í 0. Hann myndi rjúfa af því að hann normally closed. Þegar hann skynjar hlut. Ég vonaði að átta ykkur á þessu, en pæli aðeins í þessu. Við erum búin að taka bæði NPN og PNP skynjar aðeins fyrir. Næsta, þegar 230 volta nándaskynjari tengdur segulliða mælist hvíldarstraumurinn, í mín. Hvers vegna þarf þennan straum til þess að vera á ferðinni meðan útgangur skynjarans í stöðunni af? Jú, ástæðan sú að skynjunarásinn, hún var alltaf að hafa einhvern smá straum til þess að vera virk, til að fylgjast með því. Einhver hlutar að koma inn í til dæmis rafsviðið á rýmdaskynjara eða inn í segulsviðið á spannskynjara. Það þarf alltaf að vera einhver smá blæðistraumur í gegn og það kallað þessi mín straumur. Þannig að við þurfum að vera með
sko bara svona venjulega segulrófa sem að þeir taka alveg þennan í mín straum og þeir gera í rauninni ekkert við hann, sko, þó að sé eitthvað 5 milliampere í gangi breytir engu fyrir þá. En það er nóg mikið straumur til að skynjunarásin sé alveg á fullu að vinna. Og þá er skynjarinn af, hann er ekkert að gefa merki að sé hlutur við skynjarann. Sem sagt að ef að þessi lágmarksstraumur væri ekki á ferðinni, þá væri bara skynjunarrásin óvirk, skiljiði. Til dæmis, þið kannisti við hérna þessar viðtölur hérna. Það er með inngang, en það er bara svo hátt viðnám innan inngang. Strákar, sjáu þessa viðtölu hérna. Það er svo hátt viðnám innan þennan inngang að það er ekki hægt að nota AC-skynjarann beint inn á þetta. Þetta er svona stýriliði sem að tekur inn á sig 230 volta spennu frá venjulegum rofum. Það gengur, en það er kannski, ég veit ekki, 20.000 inngangsviðnámið, eitthvað 20.000 óma, eitthvað slíkt. Það gengur aldrei og þá verður aldrei þessi í mín straumur á ferðinni. En sko, spólan í segulrófa er miklu minni í viðnámi, þannig að hún getur alveg tekið þann straum og virkar. Þess vegna virkar í mín straumurinn þegar við erum venjulega spólrófa, en ekki þegar við erum með svona stýriliða. En svo eru sko aðrar svona inngangseiningar þar sem er gert ráð fyrir þessu í stærri sko iðntölu kerfum. Hættu þessu til þess að, Einar, það var verið að stinga í þig. Ok, og þetta er á upptöku, strákar, ekki gera þetta, það er verið að taka upp. Þannig að nú heldum við áfram. Hitamælingar. Hvaða tenging við viðnámshitaskynjara PT100 gefur ónákvæmustu mælingu á hitastigi? Það er það ef við erum með 2 víra tengingu. Þá erum við ekki með neina leiðréttingu. Ef við skoðið hérna í mælibúnaðarnema efninu, þá erum við hérna með hitanemana og það er sem sagt RTD eða viðnámshitaskynjarana og þeir, sko, þessi hérna 4 víra tengingin, hún er nákvæmust því að þar sendum við mælistrauminn í gegn og mælum í rauninni spennufallið yfir eins og PT100. Þetta er PT100 sem við sýndir hérna. Þetta er nákvæmasta aðferðin. Svo koma fleiri aðferðir við þetta og þá er það sem sagt 3 víra tenging líka. Við sjáum hér að hérna erum við með, við skulum sjá, er þetta ekki, jú, þetta er viðnámshitaskynjari, að hér er 3 víra tenging og það þýðir að það er búið að leiðrétta fyrir viðnámsaukningunni í vírnum með því að bæta við jafnmiklu viðnámi hérna ofanverðu, sem sagt frá plusspennugjáfanum og sem sagt á ofanverði í brúnni og viðnámi í vírnum að neðanverði í brúnni. Þannig að R-ið hérna fyrir neðan í brúnni, það bætist við R-vír hér og síðan skynjarinn, þar leggst vírviðnámið verið líka. Þannig að það á að núllast út þessi áhrif. Svona gera það næstum því, eða þetta er svona, það nálgast mjög vel að vera alveg leiðrétt fyrir viðnámi vísins. En hins vegar verður smá skekkja vegna þessar tengingar hérna sko. Það verður kannski eitthvað örlítið spennufallið en það munar svo svakalega litlu að þetta hefur mjög lítil áhrif. Hérna er svo bara í rauninni spennumælingin, hérna í brúnni, mælibrúnni. Þannig að þetta er kölluð 3 víra tenging og þessa 3 víra tengingu, við notum hana mjög oft inn í til dæmis R-breytin sem að við getum aðeins kíkt á hérna og þið hafið skoðað.
og hvar við tengjum hann inn í erribreytin, það er hérna. Hér er 3 víra, sjáu þið, það er hérna 1 vír ofanverðu í tengingu 6 og svo koma 2 vírar, það er sérst inn tengingu 4 og aftur yfir í tengingu 3. Þannig að hér er leiðrétt fyrir viðnámsaukningunni í skynjara leiðslunni að mælistaðnum, skiljið. Þannig að það verður viðnámsaukning sem að kemur það ekki fram sem bara hitastigs-aukning, skiljið, því að það er hægt að leiðrétta fyrir þessu. Og þá segjum við erribreytinum að við séum með 3 víra tengingu, skiljið. Þá fattar hann það og gerir ráð fyrir því og leiðréttir fyrir viðnámsaukningunni í þessum leiðara. Ljómandi. Nú þá er ég búinn að renna aðeins yfir svona þessu atriði, þannig að þið fáið meiri skilning fyrir prófið á þessu. Þannig að sem sagt, besta leiðréttingin er 4 víra tenging, næst besta er 3 víra tenging og lakasta eða engin leiðrétting er 2 víra tenging. Svo spurningum hitarafaka tengdum erribreyti. Hitarafaki er notaður til að mæla afgashita á ljósavél. Hvaða áhrif hefur það á mælistærð ef leiðrétting fyrir hitastigsbreytingum við köldutengingu bilar? Sem sagt internal cold junction compensation og hitastig lækkar á köldutengingunni. Þannig að það verður engin leiðrétting við þetta á köldutengingunni. Þá náttúrulega eykst bilið á, sem sagt ef hitastigið lækkar á köldutengingunni, þá eykst bilið á hitastiginu frá köldutengingunni og að mælistaðnum, skiljið. Þá breytist hitastigsmunurinn, hann vex. Og ef hann vex, þá hækkar spennan sem að kemur frá hitarafakanum og þá þýðir það er hærra gildi sem við fáum, hærri gráður, hærra mæligildi. Þannig að mælistærðin, hún eykst. Rétt svo að þið munið og vitið hvað ég er að tala það stendur hérna internal cold junction compensation, þetta er skynjari hérna inn í erribreytinum sem að mælir hvað að hitastig er hérna nákvæmlega og leiðrétti fyrir því ef það skildi breytast. Þannig að það verður alltaf upplýsingar hitan á mælistaðnum þrátt fyrir að það verði hitastigsbreytingar á þeim stað þar sem að erribreytirinn er. Ok, þá höldum við áfram með þetta. Meira erribreytin, fyrir hvað eru tengingarnar 1 og 2 á erribreytinum og við sjáum það hérna. Hér er tengingin fyrir straummerkið inn, 1 og 2 hérna. Þetta er 4-20 mA merkið, tengist þarna inn. Og svo líka straumrás fyrir samskiptaleiðir og útgangsmerki 4-20 mA. Vegna þess að hérna eru við með, sjáðu þið, communication port. Port. Þannig að hérna, til þess að geta sett nýjar upplýsingar inn í minnið, til dæmis, þá þurfum við þessa leið og þá notum við þessa leið hérna, sem er tengt milli 1 og 2, þannig að það er bæði straummerki, 4-20 mA merkið og samskiptaleiðin. Og staðallinn sem er notaður í þessu er kallað HART protokoll sem er notaður í þetta. Og þá förum við aftur í æfinguna. Hvert er hlutverk 4 mA straumgjafans í erribreytinum? Það er þessi hérna, hann tekur alltaf 4 mA, hann til þess að taka bara lágmarksstrauminn alltaf. Svo ef þetta dettur úr sambandi, að þá er hægt að fá viðvörun. Þetta dregur lágmarksstraum skynjarans, kemur hérna fram, það sé. Síðan kemur við það. 2 dæmi eftir úr þessu. Hitanemi, hann mælir hitastig frá ferskvatni frá aðalvél. Hitanemin tengjumdu við erribreyti sem sendi 4-20 mA straummerki til inntölvunar.
Iðntöluland breytir straummerki í heiltölu á sviðinu 0 til 495. Hitasvið nemans er frá 40 til 110 gráður, þannig að sviðið er sem sagt 70 gráður. Og svo er spurt hvað er hitastigið á ferskvatninu ef tölugildi frá iðntölunni er 2750. Og þá sem sagt notum við svona formúlu, það er merki sinnum svið deilt með upplausn. Og svo náttúrulega þurfum við að leggja lágmarksgildið 40 gráður við. Þannig að í þessu tilfelli setjum við inn merkið sem er 2750, margföldum sviðið, hitasviðið 70 gráður, deilum með upplausninni og leggjum svo við lágmarksgildið sem var frá 40 gráðum. Þá fáum við absolutt hitastigið 87 gráður. Svo erum við með þrýstinema á ferskvatni og það er sviðið -1 til 5 bör. Þannig að sviðið þar er sem sagt 6 bör. Iðntöluland sendir upplýsingar merkið á heiltöluforminu 0 til 495, þetta er 12 bita breyta. Og það er spurt hvað er mikill þrýstingur á kerfinu ef raungildið er 2050. Og þá setjum við 2050, margföldum það með sviðinu sem er frá -1 bari, þannig að það eru 6 bör upp í 5. Og deilum með upplausninni 495, en vegna þess að sviðið byrjar í -1 bari, þá erum við að draga -1 bar frá, skiljið. Og þá er niðurstaðan 2 bör. Ok. Það í einhverjum, já það getur verið að ég komi með einhverjar spurningar varðandi iðntölu hlutan líka, af því að við erum með nýja tegund af iðntölu við þessu, þá geti ég verið að spyrja svo sagt eins og einingarnar og eitthvað svoleiðis, og þetta er náttúrulega af annarri iðntölu tegund en síðasta spurningin gæti verið möguleiki að komi eitthvað svoleiðis líka. Við hvaða tegund af iðntölueiningu er skynjarinn hér fyrir neðan tengdur? Og hérna er nefnilega sýnt að hérna er skynjarinn, hann er með NPN, aðgerðin NPN, og hann fer hérna, já, þetta er inngangurinn hérna og þetta er rauninni álagið á skynjarann og það er inngangseiningin, þetta er einn inngangur af inngangseiningunni sem er sýndur hérna, þar sem við erum að draga strauminn frá blús í gegnum, það verður hérna straumur í gegnum díóður hérna í ljóstenginu og við fáum hérna straum hérna í gegnum NPN transistorinn og þess vegna er þetta hérna eining fyrir NPN skynjara og þetta er fyrir 24 volta spennu. Og þannig að þá ætti það að geta áttið ykkur á því, af því bara út frá transistornum sjálfum, hvort að hann er PNP eða NPN. Síðan verður bara eitthvað svipað að þið fáið væntanlega mynd eða teljið upp, já, fáið væntanlega mynd af iðntölunni eða eitthvað slíkt og segið bara hvaða einingar er í henni, eins og þið höfum verið að gera í vetur. En þetta hérna er sem sagt ekki akkurat af þeirri iðntölu tegund sem við erum með, þannig að við skulum ekki fara í þetta að öðru leyti. En andrar spurningar eru þá bara svipaðar nema að, og þetta hefur verið sett upp svona, hérna er eitt staðlamerki sem er sjálfsagt mjög lítið notað nema í svona bara á tilraunastofu með eitthvað slíku. Því að við erum þá frekar með 0 til 5 volta spennumerki.
Þannig að þegar ég spurt síðan hvað kosti hefur 0 til 20 mA strömmerki fram yfir 0 til 1 V merkið, að það vegna þess að spennumerkið náttúrulega mjög viðkvæmt fyrir utanaðkomandi truflunum og þannig að straummerkið ekki eins viðkvæmt gagnvart utanaðkomandi truflunum. Og hérna líka sem sagt svona verið að reikna út hérna straummerki, hvað samsvarar 14 mA merki stóru tölugildi frá 12 bita ADI-breytu, þar sem við erum með hæsta gildið 495, og þá getum við reiknað það út sem sagt svona, þannig að þá hérna erum við með eitthvað ákveðið, þetta mæligildi 14 mA og drögum þá 4 mA frá, sinnum 495 og deilum með sviðinu sem 16 mA og þá fáum við það sem sagt 2559 og við getum prófað þetta með því að setja það inn, bara reikna strauminn tilbaka og þá erum við að sanna það að við séum að reikna þetta rétt út. Þannig að þið getum reiknað þetta fram og tilbaka. Þannig að þetta svo mjög svipaðar spurningar og ég fór í gegnum áðan og varðandi vandamál sem að geta truflanir sem geta orsakað skermingu á skynjunarköplum. Þegar báðir endar skermingar eru tengdir því jarðar sitt hvorum endanum, þá getur orðið straumur eftir skerminum sko. Og svo er þetta líka hættulegt að tengja báða endana á skermi vegna þess að jarðhlaupsstraumur getur farið í gegnum skermin og getur bara, það geta stýristrengirnir, þeir geta hreinlega bara brunnið ef að skermirinn á stýristrengjunum tengdur í báða enda, í jörð á báða enda, og það getur verið spennumunur á milli staða sem bara orsakar þá að það verður straumur. Já. Það sem þú voru að tala að fara að vera við töfluna en að strengurinn? Já, það betra að hafa hann bara skerminn ótengdan í annan endan en tengdan þá nálægt töflunni. Já. Það sem að flestar jarðtengingarnar koma saman til jarðar. Já, það besta aðferðin. Og svo bara þéttleikinn sem þið þekkið og þetta hérna svo svipaðar spurningar hérna sem að við erum með, til dæmis hvað fæst með því að hafa 4 virka átaksmema í vísdómsmælibrú, að með því verður útgangsmerkið frá brúnni 4-falt stærra en með einum. Og stöðumælingar, það eru hvaða hefur afstæðið stöðugjafinn mörg útmerki til að hægt sé að ákvarða snúningsáttina, og hann hefur einlega 2 útganga A og B, og svo líka stöðumerki, oft kallað seta, það kannski mismunandi milli fjárframleiðanda, til þess að eða sem sagt það líka að vera með 4 útganga auk 2 stöðumerkja. Þannig að hann getur þá sýnt hvaða snúningsátt í gangi og náttúrulega hver rætt þetta Og þetta var alveg eins og áðan. Við getum skoðað þetta við NPN og við skoðum við NPN-skynjar áðan líka. Og kostur við hálfleiðara útganga þess að nándaskynjurum, það ekkert vélrænt slit, þetta sama áðan. Þetta sama með olíu og plexigler, það sama. Svo hérna formúlan. Reikna hve mikil fjarlægð rýmdarskynjari getur skynjað sement. Þá setjum við sem sagt SA, saman sem SN sinnum FC, að þá yrði svona formúla sett með og útskýrt hvað hvað. Og 15 mm sinnum, þetta þá næmnistuðlinn FC 0,35, og hann myndi þá skynja sementið úr 5,25 mm fjarlægð. Síðan varðandi spannskynjarna, hvirfilstraumur þurfa að myndast í efninu til þess að hægt sé að skynja með spannskynjara, vegna þess að spannskynjarinn hefði gefið frá sér segulsvið.
Og svo sama með snúningshraða, það miklu betra að nota DC-spanskjörnina vegna þess að hann hefur roftíðni alltaf 5000 riðum. En AC-spínin bara 25 rið, það er gríðarlega munur á þessu. Og þetta var sama tegund, við vorum líka með NPN áðan, þannig að við förum ekki aftur í það. Og hér spurning sem að ég var að tala áðan. Þegar að 230 V nándarskynjar notað við stýriliða fyrir 230 V innganga með hátt inngangsviðnám, þarf að tengja seguliða sem millilið inn á stýriliðan. Þið hefði væntanlega gert þetta í áfanganum, seguliða stýringaáfanganum. Já. Þar sem við vorum með færibandið, við vorum með tölvu til að stýra því, það þurfti sérstaklega seguliða eða lítinn liða til þess að vera sem millilið, svona snertan myndi tengja inn á innganginn á inntölvun, á stýringunni. Þannig að spólan tók við merkinu frá skynjarann, skiljið. Og þannig getur mín straumurinn verið nógu mikill þannig að skynjarinn virki sjálfur. En það vegna þess að það ekki hægt að tengja spanskynjarann eða hvaða skynjarar sem svona 230 V, beint inn á ingang á ingang með hátt viðnám á svona stýriliða sem að við erum með í notkun hérna til dæmis. Þannig að þurfum að hafa þetta í huga þegar að við erum að tengja svona skynjara. Og þetta þurfum við ekki að teikna upp því þið eru ekki með öll gögn með ykkur, þannig að við teiknum ekki þetta upp hérna. Hérna var verið að spá í varnarbúnað og annað slíkt En svo bara hitamælingar aftur að hvað áhrif hefur það á mæligildi í gráðum á Celsius ef PT 100 væri með 2 víra tengingu og hitastig á lagnaleiðinni eða skynjaranum myndi lækka. Að ef að lækkar hitastigið þá myndi verða minna viðnám í leiðaranum, í eyrnum, ekki satt. Eyrvírinn, hann hefur jákvæðan viðnámshitastöðul, ekki sagt, því að ef að hitastigið eykst og eykst og eykst, þá eykst viðnámið í eyrvírnum. Og ef að hitastigið lækkar í staðinn núna, að þá minnkar viðnámið í heildina í gegnum rásina og þannig myndi mæligildið minnka líka. Ok, bara það þið áttuð ykkur á því ef það er engin leiðrétting, ef bara 2 víra tenging, þá gerist nákvæmlega þetta. Þá er engin leiðrétting fyrir hitastigsbreytingum líka heldur. Nú, svo hitarafki hérna aftur, þetta sama að þetta bara öðruvísi, það að ef að hitastigið hækkar á köldutengingunni, að þá minnkar munurinn milli köldutengingarinnar og heitutengingarinnar, þannig að þá minni spenna sem kemur út úr því og mælistærðin myndi minnka þess vegna. Ef að það hækkar hitastigið á köldutengingunni, þar sem að R-breytirinn staðsettur, það hækkar þar og þá minni munur og þess vegna minnkar mælistærðin. Og sama með þetta, að þetta mesta nákvæmni, það 4 leiðaratenging, þið þurfið ekki að teikna þetta upp. Ok. Og síðan þá þurfti að leita þessum spurningum varðandi R-breytin og þetta spurningar 10, 1 og 2 sem þið þurfið ekki að hafa áhyggjur af hérna. En svo væri bara þetta reiknað út að öðru leyti að hér aftur annað dæmi með bara öðruvísi tölum. Hitanemi tengdur við R-breyti sem sendi 4-20 mF strömmerki til inntölu. Inntölan breytir strömmerkinu í heiltölu síðan 0-495. Hitastigið neðans ákveðið 60 gráður til 150 gráður, þannig að sviðið 90 gráður. Hvað hitastigið á ferskvatninu ef tölugildi frá inntölunni 1595? Þá tökum við merkið 1595
margföldum með sviðinu 90 gráðum og deilum með upplausninni 495 og þá fáum við sem sagt hitastigs aukninguna en svo þurfum við að leggja 60 gráðar lágmarkið við leggja við sem sagt þar sem að við tökum mælinguna frá 60 gráðum til þess að fá absolutt hitastigið 95 gráður á Celsius og það er svarið. Ok, svo erum við annað dæmi hérna þrýstinema, hann er reynda með sama svið, -1 til 5 bör, þannig að svið í heildin er 6 á þrýstingnum. Inntölulega sendir upplýsingarmerkið á heiltöluforminu 0 til 495 og hve mikið þrýstingur er á kerfinu ef raungildið er 2530. Þá margföldum við það sinnum 6, deilum með upplýsinni 495, en svo þurfum við að muna eftir að draga -1 frá ef að sviðið er frá -1, skiljið, til þess að fá rétt út. Sem sagt, absolutt þrýsting 2,7 bör. Ok. Þá er ég búinn að fara yfir efnið fyrir próf 3 og þið bara rennið yfir þetta og klárið það að svara skynjunartækni verkefni þarna verkefni 6 sem að þetta gamla númer það er bara tengt gamalli númeraröð það er búið að breyta allir í röð núna en það verkefni skynjunartæknin er akkurat efnið fyrir próf 3. Heyrið, þá þakka ég kærlega fyrir